Hurðaskelli, veistu hvað dagur í dag? Já! Það sko aðfangadagur. Veistu, þá fáum við að opna pakkana. Þá megum við opna pakkana. Og fáum að borða jólasmatinn. Og fáum að borða jólamatinn. Og jólasteikina. Og syngja fallegu jólalögin. Öll jólalögin. Og svo fæ ég loksins að fara í bað. Já, og ég hlakka til þegar þú ferð í bað. Hei, góðan daginn og velkomin í jóladagatal Hurðaskellis og skjóðu og gleðileg jól. Gleðileg jól. Já, í dag sko aðfangadagur. Ég veit. En þú ert ekki búin að fara að Ég er að ofanda. Jólasveinar.is kynna með stolti jóladagatal Hurðaskellis og skjóðu. Í dag er aðfangadagur jóla og Hurðaskellur og skjóða ætla að leggja á jólaborðið. En Hurðaskelli, við gleymum að setja seinasta dúskinn á jóladagatalið okkar. Ég er að fara að ná jóladagatalið. Ég skal halda bussi á meðan. Þegar sem er sko upptekinn á íslensku. Að bussi. Já, góðan daginn. Hurðaskelli heiti ég og er jólabarn. Og er að bíða eftir henni skjóðu, systur minni, sem fór nefnilega að sækja jóladagatalið okkar sem hún gleymdi. Eða hún og ég, við saman, fyrst hún svo ég, en hún man eftir hún bara svolítið. En við erum sem þetta fara að búa til eitthvað svaka föndudót sem hún skjóða að sýna mér eftir smá stund. Nú hef ég bara ekkert meira að tala því ég er búin að tala, en nú ætlum ég að segja ykkur frá okkur í heimurinn er blár. Og heimurinn er blár vegna þess að þegar sólargeisllinn lendir í... Ég komið með þetta hérna þitt. Munið í fyrsta þættinu þegar við gerðum jóladagatalið. Ég bara, hörðu, þú varst... Ég sko verða búin að fylla skeggið mitt. Já, hvað er döskunum minn? Gjör svo vel. Takk fyrir. Og gjör svo vel, skjóða. Takk fyrir, ég þarf að ég er búin að vera svolítið að gera minni í laumi. Það er sko nefnilega 24. desember í dag. Það er sko síðasti dagurinn í dagatalinu. Já. Ég ætla að segja hérna 24. Ég er búinn. Ég líka. Sjáðu, nú er jólasveinninn minn kominn með fullt af skeggi. Og sjáðu minn. Þinn er eiginlega bara diskó-jólasveinn. Ég veit, hann er með svona fjólublátt hár og fjólublátt alls konar diskó. Hann er alveg svo frændi minn á Tenerife. Frændi okkar á Tenerife? Já. Veitu, hvað heitir hann aftur? Gilitru. Veitu, ertu bara að tala Gilitru frænku okkar en hún ekki kona? Jú, hún sagði þetta blessaði frændi. Hún er því að þú ert frændi hennar. Hún er frænka okkar. Já, en hún... Já, það útskýrir nú ansi margt. Var hún bara með þér á Tenerife? Já, þess vegna ég skildi aldrei okkur hún var í svona brjóstahaldar á ströndinni. Hörðu, það var Gilitru frænkan. Vá, það lítur að vera gaman. Heyrðu, hérna, núna erum við tilbúin. Núna erum við 24. komin og við verðum að hafa skreyta borðið. Já, kæru gestir, nú erum við búin að kynna okkur. Já, nú erum við búið til borðaskreytingar. Nú ætlum við að búa til borðaskreytingar. Ég ætla að kenna þér hvernig á að gera það. Já. Við ætlum að taka svona bara fílt efni. Já. Og brjóta það saman í tvennt. Brjóta það saman í tvennt. Og klippa út úr því jólatré. Jólatré. Það er sko líka hægt að klippa út eitthvað annað, eitthvað jólalegt eins og snjókarl eða bara hvað sem manni dettur í hug. Og þegar ég er búinn að klippa út jólatréð mitt, sem er svona, þá er það eins báðið minn, þá ætla ég að klippa í þetta, ekki alla leiðina í gegn, tvær línur. Hverju? Þetta kemur í ljós, sko, rétt hjá hvor annarri. Skjóða fyrir að gera gat á það. Svona, þá er svona gat hérna. Og hvað svo? Svo er þú að gera þitt. Já. Og meðan ætla ég að sækja diska og servéttur og malt og appelsín. Erum við að fara að éta? Eigum við að fara að éta? Er það ekki? Jú, eigum við að háma í okkur eitthvað gott? Kannski ekki háma í okkur, við getum að vera étið. Ég hlakka til. Við verðum að einbeita okkur, Hurðaskelli. Við verðum að leggja á borð fyrir kvöldi. Já. Herru, Jakob. Nammi, hvað á að gera svo? Það sem á að gera svo
er maður tekur hnífapörinn og stingur þeim í gegnum gatið, sérðu. Vá, Skjóða, þetta er nú fallegt. Já, þá er þetta svona hnífapara haldari. Þú mátt gera þín. Já. Og til dæmis, ef maður á afmæli, og þá getur maður haft þetta sem blöðru. Maður getur klippt úr blöðru og allir var með sikkert litin af blöðrunni. Og sett svo, hnífapörinn þar, og þá var svona blöðruhaldari. Eða skilur, hnífapara blöðruhaldari. Og svo var þetta að gera líka þegar það var áramót og þá var þetta til dæmis að gera bara rosalega flotta flippstjörnu. Og ef þetta var til dæmis eitthvað annað, þá getur maður verið gert eitthvað annað. Því ert þú að tala að maður geti klippt út blöðru? Já. Ég held að vera að tala bara að gera gat á blöðru og stinga hnífapörinn með gegnum blöðruna. Já, ert þú byrjað að branda? Ég þurfti að smakka hvort það væri ekki örugglega í lagi með það. Svo þurfum við að klára að leggja borðið. Svona, já. Þannig að mín, það ruglaðist aðeins. Já, var ég að ruglast? Það var aðeins of lítið í minni. Maður stóð svona fljótur með appelsínu þitt. Já, ég skil ekkert hvað gerðist. Það var eiginlega bara fullt á hann og svo er það næst í allt búið hjá mér. Það er nú aðeins eftir að maltinu. Það er ekki... Ég skal athuga hvort hún sé kannski biluð. Ég held að hún leki flaskan mín, sko. Já, mér sýnist það. Ég var nefnilega áðan að ég hella út í og þá var það bara Já, nú er það alveg búið. Já, hún greinilega bara mjög lekur flaskan, sko. Það var alveg auðvaleg. En ég náði hann að hella smá út í. Eigum við að skála? Já, skál. Skál, elsku systir mín. Mikið svakalega búið að vera gaman með þér í desember. Já, það er bara svo ótrúlega gaman með þér í desember. Herðu, Skjóða mín, ég sé aðeins núna hvað er að gerast. Sko, þú ert búin að klára allt mitt. En allt í góðu, ég held róminni. Af því það er jól. Gleðileg jól. Skál, systir mín. Skál, elsku bróðir minn. Takk fyrir okkur, elsku vinir. Og við sjáumst aftur á næsta ári. Við sjáumst aftur á næsta ári. Svakalega hlakka ég til. Ég líka. Þetta verður svo gátt og það verður svo gaman. Já, við erum búin að gera svo margt skemmtilegt. Kveðja, Hurðaskellir og Skjóða. Hurðaskellir, þú sagðir bara Skjóða. Sagði ég bara Skjóða? Nei, þú sagðir Skjóða eða bara Skjóða. Stundum sem, sko, ég ætla að segja Skjóða, ekki bara Skjóða. En á næsta ári, þá reyni ég að bæta þetta. Þá segi ég Skjóða. Ekki bara Skjóða. Það er alveg. Skjóða. Takk fyrir að fylgjast með þáttunum okkar í desember. Núna loksins eru jólin komin og við getum hætt að telja niður. Gleðileg jól!